Góðan daginn, góðir áhorfendur Sport TV og verið hjartalega velkomin hér í beina útsendingu frá kórnum. Það er komið að úrslitaleiknum í fótbolti.net mótinu. Tómas Mær heiti ég og með mér er Tryggvi Guðmundsson. Þessi útsending er í boði Lays og Pepsi Max og þetta er Tryggvi það sem við erum búin að bíða eftir sem við byrjuðum. Úrslitaleikurinn. Já, það kemur alltaf að úrslitaleiknum. Við erum samt búin að vera mjög sáttir við mótið eins og það hefur þróast. Mikið af skemmtilegum leikjum, mikið af mörkum og kannski pínu áhyggefni fyrir þjálfaraliðana hvað varðar varnarleik en þetta er það sem við viljum sjá. Við sem erum að lýsa og horfa fullt af mörkum og flottar sóknir. Já, og við tökum eftir því hérna að það er alveg bara hersveita dómurum. Já, nú ætla þeir að vera með sprotadómara sýnist mér. Þeir eru búin að stilla sér upp hérna, 5. Já, heldur betur og það er kannski bara við hæfi að byrja bara að kynna þá. Við ætlum að byrja að kynna liðin, nú ætlum við að fara nýja leið, við ætlum að kynna dómarana. Gerðu svo vel. Það er þannig að Þorvaldur Árnason er dómari í þessum leik. Aðstoðardómarar eru Jóhann G. Guðmundsson og Smári Stefánsson, sem sagt línuverðirnir og síðan er það sprotadómarnir, það eru Örvar Sær Gíslason og Pétur Guðmundsson, báðir lögreglumenn held ég. Og svo er fjórði dómari, þó hann sé náttúrulega númer 7-6. Það er Arnar Þór Stefánsson. En það er kannski við hæfi líka að bara fara yfir liðin hérna. Við byrjum á liði Stjörnunnar, númer 25 í markinu er Sveinn Sigurður Jóhannesson, númer 3 Jósef Kristinn Jósefsson, númer 6 Daniel Laxdal, númer 7 Guðjón Baldursson, númer 11 Arnar Már Björgvinsson, númer 14 Hörður Árnason, númer 15 Hilmar Árni Halldórsson, númer 16 Ævar Ingi Jóhannesson, númer 19 Holbert Aron Friðjónsson, númer 20 Eyjólfur Héðinsson fyrirliði og númer 28 Brynjar Gauti Guðjónsson, þjálfari Stjörnunnar er Rúnar Páll Sigmundsson, nú lið FH er þannig skipað hér í dag að í markinu númer 1 er Vignir Jóhannesson, númer 4 Greta Snær Gunnarsson, númer 5 Bergsveinn Ólafsson, númer 7 Stephen Lennon, númer 8 Emil Pálsson, númer 10 Davíð Þór Viðarsson fyrir lið, númer 11 Atli Guðnason, númer 18 Kristján Flóki Finnbogason, númer 21 Böðvar Böðvarsson, númer 22 Halldór Orri Björnsson og númer 26 Jonathan Hendricks. Þjálfari FH er Heimir Guðjónsson. Og þá er bara ekkert við, já, tekur svo langa tíma að tryggja að heilsa öllum þessum dómurum. Já. Þess vegna eru ekki byrjaðir. En hérna, það er svo sem lítið sem kemur óvart í uppstillingum liðana. Það er gaman að sjá að bæði lið ætla sér að spila 3-4-3. Það er eitthvað tískað í dag, þessi taktík. Og já, það er svo sem, þetta er svona basic uppstilling hjá liðunum svona með fyrir leiki. Það er kannski eina, Jói Lax er á bekknum og Arnar Már er hérna í vingbekknum. Og það er nú líka þannig að hérna Óttar Bjarni Guðmundsson, hann er á bekknu hjá Stjörnunni. Hann er komin á bekkinu og Sveinn Sigurður er í markinu. Halli er víst veikur með ælupest. Halli er veikur og hérna við bara förum yfir bekkina hérna, þá er það Jóhann Laxdal, Óttar Bjarni Guðmundsson, Heiðar Ægisson, Máni Austmann Hilmarsson, Dagur Austmann Hilmarsson, Kristoffer Konradsson og Alex Þór Hauksson. Þetta eru allt strákar sem við þekkjum vel. Tryggvi, þeir eru búin að vera að spila mikið hérna. Bekkurinn hjá FH er þannig að Daði Freyr Arnarsson er í varmarkmaður, síðan Hörður Ingi Gunnarsson, Jón Ragnar Jónsson, Stefán Andri Sævarsson, Veigar Páll Gunnarsson og Guðmundur Karl Guðmundsson. Nú Atli Viðar Björnsson er skráður á skýrslu en hann er veikur eins og Halli. Þannig að það er einhver pest að ganga. Já, vonandi sleppum við hana. En þá er alltaf að vera bara, þetta tók bara heila 5 mínútur að starta þessu. En það var mjög góð tímasetning hjá þér vegna þess að hér byrja leikurinn. Góður Tryggvi. Ja. Þá hefst partíð. Þá koma stjörnumenn Arnar Már. Sending strax hérna hjá Jonathan og Arnar Már hefði nú mátt, þetta var kannski aðeins svo snemmt. Hann hefði mátt kveikja aðeins fyrr og hefði getað farið í góða skyndisókn. Það er Böðvar Böðvarsson með yngast hérna á Kristján Flóka. Og hvað gerir hérna Jóhann? Daniel Laxdal, langa sendingu, þetta fyrir beinti Vignis í markinu. Hér inn á vellinum eru 3 leikmenn sem er að fara til Vegas á morgun, spila á móti Mexíkó á miðvikudaginn. Þeir eru allir hér í byrjunarliðinu. Já, það er Böddi, Davíð og Kristján Flóki. Já, þarna ætla hann að flikka honum. Atli Guðna ætla að flikka honum hann aftur fyrir sig, en þeir koma þessu frá stjörnumenn. Nú, FH vann alla sína 3 leiki í riðlinum. Örugglega 3-0 á móti IBVF, 3-0 á móti Keflavík og 4-2 á móti Breiðablik. Stjarnan, já, Svenni með þennan, Sveinn Sigurður. Kemur honum hérna langt fram og þar er Guðjón Baldvinsson í baráttu við Bergsveinn Ólafsson.
og Jonathan Hendrickson og Ævar Ingi og þetta hörku barátta þarna. Það voru Gretar hérna með sendingu upp á Stephen Lennon. Lenny til á Emil Pálsson. Það gerir Emil, hann lítur hérna gefur á Jonathan Hendricks. Það var Emil Pálsson. Já, bara tilbaka og það var Bergsveinn Ólafsson. Davíð Þór, sendingu hérna og það búið að flauta. Hann rangstæður. Það ágætt að koma inn á það líka. Stjörnumenn mæta auðvitað í úrslitaleikin líka taplausir. Já. Þeir reyndar unnu ekki allir sína leiki. Þeir unnu 2 og gerðu 1 jafntefli. Á móti Grindavík. Á móti Grindavík, já. Bustuðu Skagan og fóru frekar létt með Víking Ó. Hárrétt. Og það svona kannski ágætt að koma inn á það að það einn leikur búinn, leikurinn 5. sætið. Breiðablik Grindavík mættust í gær og það endaði 1-1 og Grindavík vann í vítaspyrnukeppni. Já, sko þeir bara til hamingju. Og leikurinn 7. og 8. sætið fer fram í Keflavík. Það Keflavík Víkingur Ó og eins og staðan núna þá það 2-0 fyrir Keflavík. Já, og það bara fyrstu stigin þeirra þá í hús vantarlega. Já, og upp á Skaga leikurinn 3. sætið, það IBF IA og þar IBF komið 1-0 yfir með marki frá Alvaro, þóttist ég taka eftir. Já, stig, fyrsti sigur í mótunni. Fyrsti sigur, já. Þetta náttúrulega að vera að spila sæti. Þannig að já, vel gert bara. Það eitthvað vesen hérna. Þeir klikkuðu þessu dómararnir, þeir mæta hérna þetta margir en það bara 1 bolti. Hann fór hérna skemmtilega leið, strákurinn ná í boltan. Já. Hann hoppaði niður öll sætin. Já. Það laði sig í þetta. Tók sinn tíma. Já, það er komið. Það var Arnar Márin Böddi á undan. Kemur Arnar með innkastið á Hólbert. Það koma þarna bara 2 í hann og Gretar. Já, hann fekk engan frið. Aftur sama. Ég vil að sjá Hólbert í bæði þessi skipti bara koma honum í fyrsta á Arnar Már. Það tekur of langan tíma hjá honum að vera að taka boltan svona niður þegar hann með 1, jafnvel 2 í kringu sig. Þá kemur Hendrickson með sendingu á Halldór Orra. Halldór Orri heldur þessu inn á og kemur þessu á Emil Pálsson, Emil á Jonathan. Og Emil með sendingu hérna yfir því að Böðvar alveg frýr hérna vinstra megin. Já, sendingu á Stephen Lennon. Lennon duglegur í þessu að koma niður og fá boltan. Kemur Hendricks með sendingu hérna fyrir. Hendricks, Nei, Böðvar Böðvarsson. Tryggvi, Hann bara óvænt. Hann gjössalega hitt hann ekki hérna í fyrstu tilraun. Dauða færi og ég ætlaði einmitt að koma inn á það. Jonathan Hendricks komin svona í nýja stöðu. Hann hérna miðvörður í staðinn fyrir bakvörður og þar af leiðandi hann að koma með krossana fyrr en svona. Hann ekki að koma upp að endalínu og gefa fyrir. Hann með svona early crosses eins og talaður Já. Og það hefur heppnast vel hjá F-áungum. Þeir hafa svolítið mikið einmitt verið að koma með þessar sendingar aðeins fyrr og í gegn og þetta var frábær sending hjá honum og Böddi hefði átt að gera betur. Við skráum þetta sem dauðafæri. Já, klálega. Böddi nú kannski ekki vanur að vera í þessari stöðu. Hún með brugðið. Hann hitti bara boltan ekki. Jæja. Það koma... Þetta var hörku árekstur. En alls ekkert hérna. Nei, ekki gróft brot þannig séðan. Gretar fer hann í Brynja Gutta. Óbein aukaspyrna. Já. Brynja fekk eitthvað smá högg á. Já, þetta högg á höfuðið. Það alltaf svona þegar svona kemur þá bregður manni oft. Svona árekstrar. Við erum með mitt vitnað nokkrum höfuðhöggum í leik Keflavíkur og IBF. Já. Þetta flautað Þorvaldur Árnason. Veistu það, Tryggvi, hérna, spyrsam sem ekki veit, verður sproti notaður í Pepsi í sumar eða? Já, eða bara í bikarkeppni? Ég veit ekki heldur. Þetta bara gaman að sjá að þeir eru hérna að leggja sig fram og mættir hérna 6 talsins dómararnir og svona okkar helstu og bestu sýnist mér. Já, bara
sannarlega, en þá er að Greta Snær sendingu hérna á Davíð. Davíð kemur þessu fram. Og Hörður. Kassim Doumbia er nú hérna mættur til landsins, veit ég, en hann er ekki hér. Hann er ekki hér sem leikmaður, hann er líklega upp í stúku, horfa á. Já. Áfram með þetta og þá kemur Hilmar Árni. Svo er þetta eitthvað veikindi og meiðsli sem við komum inn á hann. Sjáum hér, Jósef er kominn á fjær. Fær á skotið, þetta er yfir Jósef Kristinn Jósefsson með skot eftir sendingu hérna frá Arnari Má Björgvinsinni. Fínasta sókn. Já, fín sókn, góð fyrirgjöf og Jósef er kominn hann í færi. Þetta er svona svipað með Bödda. Í þessari nýju taktík hérna, 3-4-3, þá eru þessir svokölluðu bakverðir, þeir eru komnir ofar á völlinn og eru komnir kannski í stöður sem þeir hafa ekkert verið í áður og það er að klára færin á fjær og Böddi hittir ekki boltann og þarna finnst með Jósef, já, hann notar rist í staðinn fyrir að leggja hann og það er bara oft á tíðum miklu betra að leggja hann. Þetta þarf ekki að vera fast, þetta þarf bara að vera hnýtmiðað. Ég þekki þetta, ég hef oft mætt á fjær. Þú þekkir þetta. Samt ekki oft spila bakur. Nei. Hefur þú spilað bakur? Já, einhvern tímann. Það var hundlegilegt. Já, það ekki. En aftur á móti hinum megin, þar erum við með þessa svokölluðu wingbacka, þar erum við með Halldór Orra hérna hjá FH og svo Arna Má hjá Stjörnunni og það eru menn sem hafa mætt á fjær áður. Já, og gert góða hluti. Flóki hérna í barðunni en Ævar Ingi bara stelur honum boltan. Ævar gerir vel, verst vel. Flott sending hérna á Hólbert en aðeins, hann munaði bara sentimetrum hann að Hilmar næði þessum og þá varu þeir komnir í góða stöðu. Já, það eru Vignir. En hann koma sér í ykkur vandræði hérna kallinn. Nei, jú, sendir beint á Eyjólf Hjöfnsson. Eyjólfur á Guðjón Baldursson. Og Jósef Kristinn með innkast. Já, það er, eins og ég segi, það er eitthvað náttúrulega meiðsli og veikindi sem að gengur að gerast í þessum liðum. Baldur Sigurðs er til að mynda ekki með Stjörnunni og Ólafur Karl Finnsen náttúrulega búinn að vera töluvert frá eftir krossbandameiðsli og Halli Björns veikur. Já, Atli Viðar hinum megin. Atli Viðar veikur hinum megin og þar vantar Doumbia og Þórarinn Ingi Valdimarsson er meiddur. Já, þannig að það er svona, þetta jafnast út. Nóa leikmönnum samt sem áður sem þessi félög eiga. Já, þetta eru þau lið sem eru með hérna breiðustu hópana, það er engin spurning og það er nú kannski þessuna sem að þeir eru mættir hérna í úrslitaleikin. Maður hefur séð það í þessum leikjum að þetta er mót sem að býður upp á það að það er hægt að skipta endalaust inn á og þetta er svolítið tíminn fyrir ungu svona óreyndu og óþekktu nöfnin. Það kemur Stevie Leno, hvað gerir Leno? Það kemur skot og mark! Stevie Leno er búinn að koma F-fangum yfir hérna þegar að, 11. mínútu eftir snarpa sókn Tryggvi Guðmundsson. Frábær sending hjá Atla Guðna, hann hefur gert þetta svo margoft. Hann fær boltan hann inn á miðjunni, fær tíma til þess að snúa og setur hann í gegn og Lennon duglegur í sínum hlaupum eins og vanalega og klárar vel. Manni sýnist, hann setur hann á nær og það er svona, ég vil setja pínu spurningmerki við Svenna í markinu. Já. Ég hefði alveg vilja sjá hann taka þetta en þetta var fast og hnýtmiða hjá Lennon og góð sókn að fá. Já og Tryggvi, það þarf ekki meira en þetta. Nei. Já, staðan orðin 1-0 ef við förum í svona smá. Já, ég ætlaði kannski að fá að klára það sem ég var byrjað að tala um. Gjörðu svo vel. Það svona hefur sýnt sig að þessi lið eru með breiðustu hópana og hérna í þessum leikjum í fótbolti.net mótinu þar sem að ungir, óreyndir, óþekktir hafa komið inn á þá hefur maður séð það að það hefur svona riðlast svolítið leikurinn hjá öðrum liðum en það gerir það ekki hjá þessum tveimur liðum. Þannig að það koma bara öflugir
öflugir menn inn á. Og þeir vita nákvæmlega hvað þeir eiga að gera. Já. Og systemið svona og þannig læra þetta en það má til gamans geta þess að FH sem hefur nú verið sigursælt á undanförnum árum hefur aldrei unnið þetta mót, Tryggvi. Stjarnan hefur aftur á móti unnið það vann það 2014. Já, þannig að þetta er góð byrjun hérna hjá FH að ná sér í titil. Sætt flott sending hérna, hann ljósið kemst inn í þetta. Halldór Orri að spila í örugglega fyrsta skipti á móti sínum gömlu félögum að ég best veit. Þá kemur Stephen Lennon. Hvað gerir Lennon? Hann ennþá með boltann. Vel gert hjá Brynjari Gauta og þá kemur Hilmar Árni. Hilmar Árni með alltaf sendingu hérna á Guðjón Baldvinsson en Davíð Þór Viðarsson frábær sending hérna Halldór Orra, hann ekki rangstæður. Hvað gerir Halldór Orri? Hann á nú að gera betur þarna en þetta var nú kannski svolítið erfitt, hann var búinn að missa jafnvægið það ekki. Nei, þetta var ekkert erfitt. Hann í raun komið með vald á boltanum og stjörnumaðurinn í bakinu á honum og þá hefur hann alveg tíma til þess að athafna sig vegna þess að eina sem að stjörnumaðurinn getur gert þá að brjóta á honum og gefa víti. Hann skýtur hérna frekar lausu skoti með vinstri, hann hefði getað gefið sér aðeins meiri tími með við þá stöðu sem hann var komin í. Þá bara eitt orðið, klaufi. Já, þetta var klaufalegt, en frábær sending hérna. Þetta er það sem að FH-ingar hafa verið að gera og kannski kemur út frá þessu nýja systemi sem þeir eru að spila. Það er mikið að boltum að koma frá þessum þremur miðvörðum og í gegn. Þetta er minna svona núna eins og við höfum séð í 4-3-3 kerfinu að það sé að vera að koma upp kantana og krossarnir að koma svona kannski nær endalínunni. Núna kemur þetta bara fyrr og hlaupin eru góð. Atli Guðna, Stephen Lennon er alltaf duglegir í hlaupunum, Kristján Flóki er meira kannski svona að mæta og hérna þetta er að virka fínt hjá FH-ingum allavega. Mundurðu leggja undir að við erum ekki alveg búin að sjá, við erum eftir að fá fleiri fréttamannafundi frá Kaplakrika þar sem að nýr leikmaður er að koma til FH? Já, það kemur mér svo sem ekkert óvart ef að ditt inn 1-2 sko. En þeir eru öflugir eins og staðan er núna. Ríkjandi Íslandsmeistarar. Og Atli Guðna Atli aftur duglegur hérna á Flóki með háa sendingu hérna fyrir. Það er Böddi skallar. Þetta var mun betra en hann gerði áðan. Í raun ekki. Þarna hef ég viljað sjá Bödda, ég veit ekki, hann var örugglega að reyna að koma honum fyrir. Já. En þetta fór náttúrulega bara beint á markmanninn. Já, þá er það Hilmar Árni. Sendingu hérna upp á Arnar Björgvinsson, flott sending. Arnar aftur á móti setur boltan beint í Böðvar Böðvarsson. Þá kemur Böddi með sendingu, það fer í Arnar og þá er Eyjólfur Héðinsson, Hilmar Árni og Eyjólfur. Hvað gerir Eyjólfur? Sendir hérna fyrir og Guðjón bara hittir ekki boltan. Guðjón hittir ekki boltan, þetta var, já þarna hefur Stjörnumenn átt að gera betur í þessu. Fín sókn hjá þeim. Það er fjör í þessu. Þetta er bara, þetta er úrslitaleikur, svona úrslitaleikur að vera. Ævar hérna í kapphlaupi við Jonathan, hann er snöggur. Ævar, flotta sendingu á Guðjón og Guðjón aftur þarna á Ævar en Jonathan Hendriks er það á undan bara og þá kemur Halldór Orri með sendingu hérna fram á Atla Guðnason. Atli fljótar að kveikja heldur en Hörður Árna þarna. Já, mun fljótari. Það var alveg speed touch hérna hjá Atla. Þá kemur Jósef Kristinn með inn í þessa sendingu. Já, gott fólk, kort er búið að þessum leik. Staðan er 1-0 og það var Stephen Lennon sem skoraði markið á 11. mínútu eftir skyndisókn. Já, eftir góða sendingu Atla Guðna. Heldur betur. Kemur Bergsveit með sendingu hérna á Böðvar og Böðvar tilbaka á Davíð og Davíð með hann hérna upp í Rjáfur. Já, þetta var aðeins og hátt fyrir kórinn. Holbert. Hann dæmir hendi á... Já, hann var reynda búinn að bendi í hináttina. Já, en hann smá mistök bara. Það varst þetta í laginu fyrst á réttinu svo á röngunni. Hann nær að leiðrétta sig þarna. Bara vel gert. Þá kom FH Atli Guðna með skot en þetta er framhjá. Nú geta gert margt betra en þetta.
Gretar hann í flottan skalla. Það var að Sveinn Sigurður var lánaði til Fjarðabyggðar síðasta sumar. Davíð með skalla hérna og það var að Daniel Laxdal. Björgvinsson. Ég veit ekki alveg hvað hann ætlaði sér þarna. Ætlaði sér væntanlega að finna Jósef en Emil var á fyrir. Það var Atli Guðna. Vel gert, Kloppi. Atli Guðna er búinn að vera sprækur hérna upp á smíðunduna. Atli alltaf sprækur. Hvað gerir Böðvar Böðvarsson? Hann kemur með henni fyrsta, já, vel gert. Og það er Flóki og Atli Guðna og Kristján Flóki og mark! FH er komið 2-0, Kristján Flóki Finnbogason skora hér mark á 18. mínútu. Tryggvi, þetta var flott. Þeir eru að gera þetta virkilega vel. Frábær sending hérna upp, var ekki Davíð Viðar sem átti sendinguna hérna upp á Bödda, eða hvort það var Bergsveinn, sá það ekki alveg, en Böddi er fljótur og gerði hárrétt, kom honum fyrir í fyrsta, Flóki klókur og kemur honum út á Atla sem á ekkert kannski frábært skot en hann hrekkur fyrir fætur Flóka sem að gat ekki annað en skorað. Hann gerði þetta ekki Flóki. Góður. 2-0 er staðan, gott fólk. Og búið að vera fínasti fótbolti hérna, Tryggvi, að mínum mati. Já, F-fangarnir eru markvissari og það hefur skilað sér í 2 mörkum og það er góð fórusta svona snemma í leik. Það er ekki einu sinni búið 20. 18:30. 18 mínútur, já, það er ekki einu sinni konar 20 og það er fullt af áhorfendum hérna. Vel gert. Nú, Tryggvi, það er svona við hæfi, það verður afhentur bikar hérna í lok leiks fyrir þá lið sem vinnur. Eignarbikar og Farhansbikar og það er Óskar Róbertsson sem að hannaði þann bikar. Þetta er með aukaspyrnu. Það er ekki bara boltinn. Það er erfitt að sjá en Davíð var svona kannski pínu seinni í þessu tæklingu. Já, getur verið. Já, við skulum vona að Stjarnan haldi áfram og gefist ekki upp og gefa okkur hérna leik. Það var nú gaman að sjá eitt Stjörnumark og... Já, eitt fleiri? Já, við gerum bara eitt í einu. Það var einhver góður maður sem kendi mér það þegar ég var yngri að maður gerir bara eitt mark í einu. Wise man. Það var mjög klókur maður. Það er rétt. Já, ég hef ekki þurft að kalla eftir mörkum hérna, þannig að... Nei, þau bara koma á þess að ég byrði það hérna. Sem er líka kannski bara ágætt. Nú svo fer næsta mót á stað, hefur ekki deildabikarinn? Jú, Lengjubikarinn. Lengjubikarinn, segi ég. Svo fara þessi lið að tínast í æfingaferðir og svona. Það er bara, þetta styttist í mót. Þetta er, janúar er búinn að vera nokkuð fljótur að líða, finnst mér. Já, allan hjá okkur. Fyrir mér er bara tímabili hafið, sko. Já, það er klárt. Bara 10 mánuðir í fótbolta. Svo er þetta Reykjavíkurmóti í gangi fyrir Reykjavíkurliðin sem að taka ekki þátt í þessu móti. Já, lítið fyrir því reyndar. Emil Pálsson. Góðar með sendingu á Vigni í markinu og Viggi bara kemur þessu, sparkar þessu út af. Hólbert. Gretar hann á undan. En svona, Tryggvi, ég meina, lítið er að gerast nýri leiknum overall, eða sem sagt, heilt yfir mótið, þetta ekki bara hafa tekist vel til og... Jú, ég er bara enn og aftur, ég er búinn að hrósa þessu móti mikið, mér finnst það frábært framtak hjá Fótbolti.net að hafa sett þetta á laginnar á sínum tíma, þetta er svona
Janúar hér áður fyrr var svolítið svona dauður tími þar sem að menn voru í leiðindunum, útihlaupunum og sjáum hvað gerist hér. Það gerist hérna skalli á Guðjóni. Það voru útihlaupin og öll þessi leiðindi sem að fylgja því og lítið fótbolta, þannig að þetta er frábært mót og það hefur tekist mjög vel til og við hefum fengið fullt af flottum leikjum og enn og aftur, ég kem inn á það. Þetta er auðvitað frábært tækifæri fyrir þjálfara liðana að sjá þessa ungu efnilegu í leik, ekki bara á æfingum og eins líka einhver lið hafa nú verið að nýta sér þessi mót til þess að skoða nýja leikmenn. Bæði íslenska og erlenda. Við sáum til dæmis Jón Ingason spreyta sig hérna með Grindvíkingum. Já, áður í bósbótin með Víkingum. Já, en hann er nú komin heim. Komin heim. Hann fór aldrei. Fór í holiday. Það var Ævar Ingi. Það gerir Ævar Ingi, hann reynir bara hérna skotið og þetta er nú bara, já, það fer í F-áðing og í hotn. Það er ekkert svo vitlaust, Tryggvi. Nei, þetta var fín tilraun svo sem. Fín tilraun. Þá kemur hotspyrna, bara fyrsta hotspyrnan sem að Stjarnan er að fá, jú, ætli það ekki bara. Það sé bara rétt hjá þér. Það er útsvingur. Já, það er útsvingur frá Hilmari Árnasyni, Árnasi fyrir Halldórssoni. Hann var með fullt af stóðsendingum fyrir á sumari mitt úr hótnum. Og hvað gerir það? Já, það er bara komið mark hérna. Það er Stjarnan sem gerir það og erfitt að sjá þetta. Erfitt að sjá hver þetta var. Hvort þetta hafi verið Guðjón Baldvinsson eða hvort þetta hafi verið sjálfsmark. Það var svolítið erfitt að sjá þarna. Já, ég bara veit það ekki. Við köllum eftir upplýsingum það. Frá betri mönnum. Já. En mark enga síður og við fáum upplýsingar þetta í hálfleik í síðasta lagi. Fáum það, þetta svona með viðbröðin. Það var enginn svona sem að fagnaði eins og markaskorari, þannig að Daniel Laxdal átti þennan skallaða fyrirgjöf hann inn í skot. Já, 2-1 er staðan og þú fékkst markið, Tryggvi? Ég fekk þetta mark sem ég var að biðja og bara nýr leikur maður. Nei, Svenni minn, hvað varst að gera? Smá barsleðan, þetta var nú svo sem ekkert besta sending í heimi tilbaka á hann, en hann hafði auðvitað að gera betur. Kemur hotspyrna hjá F-hæðingum. Það er Jonathan Hendrik sem að tekur það. Kemur hérna inn í Kristján Flóki með skalla yfir. Já, fær nokkuð frían skalla hérna Kristján Flóki en hann náði ekki að stýra honum á markið. Ekki alveg. Sveik með hérna hotspyrnu og Beggi flekkar honum tilbaka á Vigni í markinu. Og það sem ég ætlaði að segja, fótbolti.net mótið var fyrst árið 2011, þá sigruðu Keflvíkingar. 2012 og 2013 þá voru Breiðabliksmenn sem að unnu þetta mót. 2014 Stjarnan, 2015 Blikarnir aftur, búin að vinna þetta í 3 gang. 2016 í fyrra IBVF og 2017, það er annarkvæmt FH eða Stjarnan. Þannig að, og eins og við fyrir segi það er afhentur hér byggar. Bæði farhandsbyggar og eignabyggar og farhandsbyggarinn er hannaður af Óskari Róbert sinni. Sem er bara hitt besta mál, fallegu byggar. Nú Tryggvi, við höfum kannski lítið verið að ræða komnir farnir hérna hjá þessum liðum. Já, við höfum nú verið að fara yfir það svo sem hér í leikjónum sem við höfum verið að lýsa í riðlunum. Það er svo sem ekkert nýtt hjá þessum liðum. Við rúlum yfir þetta eftir. Það var hérna Brynjarkvöld í baráttunni og hann er ennþá inn á, já. Já, hann heldur þessu. Fór í hotfánan hann og
Svenni með markspyrnu hérna og þeir kalla á að hann sendi á Hólbert og það er svona nokkurn veginn hefnaðist. Það fór á svæðið. Það setja hérna á Arnar Már Björgvinsson. Arnar á Hilmar Árna. Hilmar tilbaka á Brynjar Gauta Guðjónsson. Það var Daniel Hörður Árnason. Jonathan hanna og kemur Emil með sendingu hérna en Daniel skallar þetta frá og Emil Hjöðursson gefur nú bara hérna á Stevie Lennon og þá komaði fangar. Lennon er bara hér einn á móti tveimur og Brynjar Gauti fer í hann. Vantar honum hjálp. Vantar hjálp, Böddi kemur hérna og Grétar er líka mættur en léleg fyrsta snerting hjá Grétari og missir boltan. Eyjólfur nær honum. Kemur Eyjólfur Héðinsson. Sendingu hérna á Ævar Inga Jóhannesson. Já, léleg fyrsta snerting hjá Ævari þarna. Boltinn fór upp í loftið og gaf Davíð Viðars tíma til þess að koma og hirða boltan. Já, svo í þessari upptelningu hjá okkur áðan, það er bróður hans Bjarni Viðarsson, hann er á sjúkralistanum. Já, einmitt. Hann er kannski vantalegur í febrúar mars, já núna eða í næsta mánuði. Hann er svona pínu ítt í bakið en spurning hvort hann hefði beitt hagnaðinum Arnar Þorvaldur af því að boltinn barst til Atla Guðna. Daniel með sendingu hérna upp á Guðjón Baldvinsson. Guðjón búinn að spila vel í þessu móti, skora mörk og já, hann er alltaf, það hefur svo sem aldrei vantað hjá Guðjóni Baldvins, dugnaðurinn og krafturinn og hlaupagetan en það er svona, það hefur vantað upp á markaskorun hjá honum en hann er búinn að vera bara nokkuð sprækur í þessu móti. Já, heldur betur. Komið með að minnstakosti 3 mörk. Já, minnstakosti. Jafnvel 4. Ég man eftir 3 allavega. Já, ég hefur 3 í minninu. Svo skoraði hann eitt mark sem ég pantaði. Grétar hérna duglegur og sterkur inn á miðjunni, vinnur skallaboltan. Við setjum hérna á Guðjón. Guðjón kemur þessu fyrir að fyrir í begga og ef hann hvernig ná þessu. Já, það var nú reyndar engin stjörnum að mættur. Nei, reyndar ekki. Mættur hérna inn í teginn þar sem að Guðjón var að reyna að koma honum. Reyndar ekki. Það var Emil Pálsson. Gefur hérna á Hendriks. Og Hendriks hérna á Halldór og Halldór ætlar að flikka honum hérna með hælum eða svona. Það var að Grétar í bartu við Hilmar Árna. Vel gert hjá Hilmari hérna, las þetta betur en Grétar. Við sendingu hérna á Guðjón Baldvinsson sem er í bartu við Bergsvein Ólafsson. Guðjón heldur boltanum. Þarna hefði nú einhverjir hrokkið af Begga. Já. En ekki Guðjón, hann er sterkur. Ekki Guðjón. Já, við vorum að fá úrslit ofan á Skaga Tryggvi. Leik er lokið, 2-0 sigur IBVF. Alvaro skoraði fyrra marki á 49. mínútu og síðan var Arnór Gauti Ragnarsson, nýjum leikmaður sem skoraði á 90. mínútu. Flott fyrir hann. Flott fyrir honum, gaman fyrir hann. Þannig að IBVF er í 3. sæti. Og hvað gerist þetta? Hvað er hérna? Er eitthvað? Nei, ekkert. Við erum með sprotadómara Pétur Guðmundsson Löggu. Hann sagði bara nei. Nei, og dómarinn var líka nálægt þessu. Þeir vildu meina að hérna það verið brotið á Ævari. Nei, Jósefi. En hann var bara, hann tók boltan. Já. Ég sá það hérna. Já, þetta var Jósef sem var í þessari baráttu, ekki? Já, þarna kom sprotinn á góðu nótum. Þá kemur Stevie Lennon. Hvað gerir Lennon? Já, hann fyrir hérna fram hjá Brynjari Gauta og Hilmar Árni er komin hérna í vörnina. Og hvað gerist Lennon? Er þetta á lengi? Nei. Gefur hérna Grétar með skot og þetta fer í Stjörnumann og í hendurnar á Sveini í markinu. Svenni kemur þessu strax í gang hérna. Nú eru Hólbert er duglegur hérna og Guðjón líka. Kemur hér skot, að gera. Ágætist tilhörun. Já. En þetta var reyndar aldrei á ramman. Nei, en tilhörunin góð. Skorar ekki nema að skjóta, sagði einhver. Jú. Miðið er möguleiki, annað.
orða grín. Það minnir mig á lottóið í kvöld. Já, ég gleymd að tippi getur honum 145 milljónir Tryggvi. Við getum tekið eitt saman. Hólmbert sterkur hérna og Davíð svona Líka? Já. Sýndist hann aðeins nota hendurnar en hérna Hilmar, hérna kemur Gretar og þetta var nú örugglega ekkert þægilegt. Nei, við sáum þetta beint fyrir framan okkur. Ég vilja sjá tiltal þarna. Tiltal. Ævar Ingi. Það var vel gert Ævar. Missir boltann á langt frá sér. Já. Það var Ævar. Það var, Tryggvi, svona gaman að þessu, það er náttúrulega fleiri mót heldur en þetta í gangi. Það er mót, Kjarnafæðsmótið á Akureyri. Þósarar skelltu hérna KA-mönnum 6-1 í úrslitaleik í gær. Já. Takk fyrir. Það er stór sigur. Þannig að þeir eiga montriðinn. KA í Pepsi og Þósarar í Inkasso. Já. Sjáum hérna Hólmbert vinnur þennan pottið. Ætlaði að skalla hann hérna yfir á Ævar. Þá kemur Guðjón Baldursson með skot og Vignir ver þetta vel og fylgir eftir og Vignir ver aftur. Glæsileg markvalli á Vigni í markinu. Tryggvi, þú mátt taka sóknina, ég tek markmanninn, vel gert. Já, að sjálfsögðu var þetta vel gert en Ævar fær hérna frákastið og verður að gera betur. Verður að koma honum í hornið og jafnvel vera kaldur og taka chippið þarna eða eitthvað. Hann sér að Vignir að koma út en við tökum þetta ekki af Vigni. Þetta var velvarið. Glæsilegt. Hérna með Inkassi og þá fyrir hendur á Vigni. Tryggvi, að því við vorum í orðagríninu áðan. Það fekk ég sent hérna. Þeir skora sem þóra. Já. Nýtt. En Tryggvi, þarna kannski hefði Stjarnan mátt gera svolítið miðun betur. Já, Guðjón átti þarna fínt skot, það var ekkert út á það að setja og Vignir varði það vel en hann gefur þarna frákast og Ævar er mættur og ég hefði viljað sjá Ævar gera betur í því, kom honum í netið, kom honum fram hjá Vigni. En Vignir náttúrulega var fljótur upp og ætti út í Ævar og það er ekki tekið á honum, þetta voru tvær góða verslur hjá honum. Já. Nú, það eru 35 mínútur búnar af þessum leik og staðan er þá 2-1. Við erum reyndar eftir að fá hver skoraði mark Stjörnuna. Við erum ekki alveg með það á hreinu, þetta svona virtist enginn fagna því vel og innilega þannig séð að jafnvel sjálfsmark en við komast að því. Það var Guðjón Baldursson. Fín tilraun hjá Atla Guðna, kom nú bara ekki fram hjá Stjörnumönnunum og Flóki var komin í hlaupið. Kemur sendingunni yfir á Halldór Orra en Jósef Kristinn er fyrir til. Eyjó snýr Gretar vel að sér hérna og enn og aftur er Guðjón og Beggi í kapphlaupi. Eyjó, nei, ætlaði að segja Jósef Kristinn. Jósef, kottunum hérna út á. Þeir eru búin að jafna og það er Hólmbert Aron Friðjónsson sem gerir það hérna á 37. mínútu. Þetta var falleg sókn, mjög falleg sókn. Góð bolti hérna upp á Guðjón sem að vinna kapphlaup við Begga og er duglegur að halda boltanum, kemur hún niður á Eyjó sem að hótar skoti en kemur svo með frábæra sendingu inn á Jósef sem er með gott hlaup og
hann með flotta sendingu þarna fyrir og Hólmbert auðvitað mættur sem strækir að gera og kemur boltanum yfir línuna. 2-2, þetta er æðislegt, Gaman að þessu. Nú þurfa liðin að gera sig í prót bæði í rauninni. Það heldur bara áfram í þessu móti, það er mörkunum rignir inn og varnarleikur liðana kannski ekki alveg til fyrirmyndar en okkur er alveg saman við sem eru að horfa. Við viljum miklu frekar sjá fullt af mörkum. Fullt af mörkum og gaman. Hann er hér mættur og Hólmbert hann, sýndist hann einmitt vera rangstæður og hann var flaggaður. Rúnar er eitthvað pirraður hérna, veit ekki hvort hann sé út í línuvörðin eða út í Hólmbert fyrir að vera rangstæður. Það kom aldrei fram. Þetta var bara svona eitthvað öskur. Hann veit kannski sá sem átt að fá þetta var til hans en Hólmbert duglegur hérna. Hólmbert ævar hérna með sér og gefur hérna á Hilmar Árna. Það er svona lifnið við Stjörnumönnum. Já, heldur betur, það er búið lifnið við Stjörnumönnum, búin að jafna leikinn hérna og eftir að hafa lent 2-0 undir. Kemur sendingin frá Arnari yfir og það er skalli hérna frá Hólmberti, markaskóranum en þetta frekar langt frá markinu. Já, erfitt aðtátt með sig þarna. Þetta er alvöru stöf, þetta er alvöru sjónvarp. Þetta er bara eins og við viljum hafa þetta. Sammála Rúnari hérna, heyrist vel í Rúnari, ánægði með það. Hérna það vantaði talandan þarna, Eyjólfur var ekki mjög neina pressu á sér og hefði getað bara tekið bolta niður. Það vantaði að láta hann vita af því. Það kemur Eyjólfur Héðinsson. En þetta var nú eitthvað misskilningur. Þessi var svona, hann var að reyna erfiðari sendinguna. Jósef var kominn hérna upp vinstri kantinn. Hann hefði auðvitað getað sett hann út á Jósef en hann reyndi svona að þræða inn á Ævar. Aðeins erfiðari sending. Aðeins, já. En eins og þú segir, það er aðeins lifnað yfir Stjörnunni og eftir að hafa lent hér 2-0 undir og þetta er bara nákvæmlega það sem við viljum og svo. Greta með fína sendinguna á Bödda er væntanlega rétt stæður, já, þá er bara komið sér fyrir. Kemur þessu fyrir, þetta er ekki nóg fast sending. En þeir halda áfram hérna, Stevie Lennon. Hvað gerir Lennon? Ætlar að taka hérna spil við alltaf Guðna en það verður ekkert úr þessu. Það kemur Eyjólfur Héðinsson. Ég veit ekki. Ég held að Vigni sé bara á undan og... en það vantaði þarna hlaupi frá Gauja. Hann var eiginlega alveg hinum megin á vellinum og svona eitthvað misskilningur á milli Eyjó og Gauja. Og Daniel Laxdal hann í baráttunni. Það er bara markspyrna. Kristján Flóki, þetta var svona óþarfi hjá honum finnst mér að hafa sett hennar bolt út af. Daniel var í pínu vandræðum og Kristján Flóki hefði átt að leyfa Daniel að taka einhver ákvörðun sem hefði örugglega endað með innkasti eða jafnvel horni fyrir F-fáðanga en Kristján Flóki gerði honum þetta auðvelt fyrir og sett hann bara út af sjálfur. Gefur Svenni með sendingu markspyrnu og Hólmbert vinnur allt hérna í loftinu þessa stundina. Nú verður það duglegur, Hólmbert. Aukaspyrna á Böðvar brýtur hér á Eyjóli. Kemur Hilmar Árni með aukaspyrnuna á Hólmbert þarna í baráttunni. Hólmbert og Beggi liggur eftir. Það voru Atli Guðna, Daniel. Tekur hann með rassinum hann, Daniel. Já. Og Hólmbert enn og aftur vinnur boltan. Hólmbert aftur, búið að vera duglegur Hólmbert. Þá koma F-fáðingar. Hérna eru konir þrír. Þarna sýnist með Lennon hafi verið rangstæður og kannski heppnið að boltinn hafi ekki borist til hans. F-fáðingar halda honum.
Nei, missa hann aftur. Það skalla tennis hérna, þá Daniel Lagsdal. Hörður Árnason með sendingu hérna á Guðjón. Sjáu kraftin í Guðjóni, hann er alveg... Hann bara heldur sinna á... Ótrúlegur, sko. Það með boltan Guðjón Baldursson. Sendingin ekki nógu góð hjá Arnari Má. Nei. Nú kemur aðtið aftur Eyjólfur. Það hérna á Hilmar Árna en það er Atli Guðna og þá kemur Emil Pálsson. Hvað gerir FH núna? Emil með sendingu hérna. Já, bolti hér í gegn. Og þá er Kristján Flóki. Nú vantar einhvern með honum, já. Ekki með honum þarna. Eins og Heimir öskrar hér, það vantaði menn með honum. Já, vel gert og... Lennon hérna með langan yfir á Jonathan. Jonathan með flikki hérna inni og vel gert þarna hjá... Var þetta ekki Brynjar Gauti sem að... Brynjar Gauti náði að koma... Hárinu í boltan. Hárinu, efsta laginu. Við hefum ekki náðu þessu. Nei. Þá kemur hornspyrna. Það er nú að detta í hálfleikinn, Tryggvi. Já, það er spurning hvort við fáum hér mark úr förstu leikadri, rétt aldrei að vita. Rétt fyrir flautið. Og það er Jonathan Hendricks. Kemur hérna með hornspyrna. En Svenni bara gerir vel og svo köttur hann í markinu og... Kemur honum strax í leik? Nei, það er... lélega... Kiksar hérna og... Kiksar aðeins. Og Jonathan Hendricks og Jonathan Helmi skot og það er Svenni aftur mættur. Svenni náði að koma sér í ramman aftur. Hann kiksa aðeins á þessu drengurinn. Það var ekkert úr, þannig að skiptir ekki máli. Sjáum hér að bæði lið eru svolítið að beita einmitt þessum hérna sendingum á bakvið varnir andstæðinganna. Miðverðir í báðum liðum mikið að koma og pluss kannski þessi djúpir inn á miðjunni að koma boltunum á bakvið varnirnar. Já. Bæði lið að spila með 3 miðverði, hafsenda. Já. Ertu hrifinn af þessu? Já, ég... Þá kemur Ævar Ingi. Hvað gerir Ævar Ingi? Hann með skot og Vignir ver þetta glæsilega og höfður Fríða Baldursson. Og Vignir ver aftur og Vignir ver aftur og hann dæmir vítaspyrnu! Hann dæmir vítaspyrnu! Þarna gerir Guðjón einmitt akkur það sem að ég hefði viljað sjá Ævar gera áðan í frákastinu. Hann var kaldari þarna og chippar honum þarna yfir í staðinn fyrir að skjóta bara beint á Vignir sem er að... Nei, býtu. Þetta er ekki víti. Nú. Hann er að dæma dífu á... Hann benti á vítið. Já, hann benti á vítið á hann. Ætli hann hafi talað við sprótadómarinn eða hvað? Mér sýndist hann benda á punktinn og... Hann benti á punktinn. Herru, þetta er eitthvað skrítið. Þetta endar með aukaspyrnu og gult spjald á Guðjón Baldvinsson fyrir dífu. En ég hrósa Guðjóni einmitt fyrir að hafa ekki skotið í fyrsta þarna vegna þess að það hefði líklega endað bara í fanginu á markmannum. Hann chippar yfir hann og já, mér sýndist nú Vignir taka hann og mér sýndist Þorvaldur dæma víti en ég get sagt þér það, Tryggvi, að þeir eru engu nær hérna á bekknum heldur. Þetta var, Tryggvi, veistu hvað þetta var? Þessu er það? Já. Uppákoma. Þetta var uppákoma. Já, sprótadómarinn sá þetta betur og tók völdin af dómarunum og þar með var ekki víti. Það er auðvitað... gaman að þessu, rock'n'roll. Svolítið sérstakt, ég meina dómarinn er í ágæti stöðu til að sjá þetta og... Já, en það er... Betur sjá augu en auga, ég veit það ekki og... Já, Tryggvi, það er 1 mínúta í uppbótartíma. En ef þetta breytist úr því að vera víti og í það að vera dífa, þá er svolítið mikill svona viðsnúningur, vil ég meina. Það er alltaf að sleppa þetta með víti en að gefa honum gult fyrir dífu. Ég sá ekki betur en að þarna hefði bara átt sér ákveðið samstöð og jafnvel brot á Vigni markmann og Guðjón fellur eðlilega og ég gæti ekki séð einhverja dífu í þessu. Nei, en hér flautar Þorvaldur Árnason til leikleiks, til hálfleiks, staðan hér í úrslitaleik fótbolti.net mótsins 2-2, nú FH komst í 2-0 með mörkum frá Stífi Lennó og Kristjáni Flóka. Nú Stjörnumenn minnkuðu muninn á 24. mínútu. Við vitum ekki alveg hvort þetta hefur verið sjálfsmark ekki, við munum komast að því eftir og síðan var það Hólmbert Aron Friðjónsson sem jafnaði leikinn á 37. mínútu. Við ætlum að taka okkur stutt hlé. Dokki við.
Alvöru bragð, engin sykur. Pepsi Max. Samfilm kynnir. Let's play, man. Ekki missa bestu mynd ársins 2016 sem tilnefnd til 14 Óskarsverðlauna. Meðal annars besti leikari Ryan Gosling, besta leikkonan Emma Stone, besti leikstjórinn Damien Chazelle og besta mynd ársins. You've never seen it. It's gonna be fun. We can start, we can start, we can start a fire. La La Land. Komin í sambíóin. Fara saman heim til hans. Hún fyrir eitthvað rót í ruslinu. Finnur óléttupróf. Bara jákvæmt. Þetta ekki. Ég ekki bara að klára seríuna. 5500 klukkustundir af safaríkum sögum. Þá þurfum við bara að gera það. Svona á sjónvarp að vera. Þú fær sjónvarp Símans Premium með heimilispakka Símans. Þú getur meira með Símanum. Jæja, hann gerist það. Jésús minn, það sem þú leggur ekki á þig þegar ég að trufla mig, sko. Hvort sem þú vilt dotta í makindunum í dagskráni eða vera hluti af ógleymanlegu augnabliki, sér Míla að það gerist hratt og örugglega. Við tengjum íslensk heimili og fyrirtæki, svo hlutirnir gangi sinn vanagang. Míla, lífæð samskipta. Allt sem þú þarft að vita bíó getur þú haft í símanum. Náðu í nýja Sambíó-appið og þú getur kynnt hvað í bíó og keypt miða. Í appinu úrval leikja. Auk þess getur þú snúið lukkuhjólinu einu sinni á dag og það hægt að vinna bíómiða og fjölda annarra vinninga. Náðu í Sambíó-appið. Það margborgar sig. Reytir fasteignafélag stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf fer að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Pirruð húð þarfnast kælingar. Prófaðu Nivea Sensitive Cooling andlitskrem eftir rakstur. Nivea Men, það byrjar hjá þér. Vönduð heildarútgáfa af Íslendingaflugunum. Fást til næstu verslun. Leys, sannar flugur. Tæklaðu Super Bowl á lengjunni. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri.
Já, komið í sæláni og velkomin. Hérna seinni hálfleikur að fara að hefjast í úrslitaleik fótbolti.net mótsins. 2-2 staðan, Tómas Mæri heiti ég og með mér Tryggvi Guðmundsson. Tryggvi, 2-2, við erum enn svona finna út úr með fyrra markið hjá Stjörnunni. Já, ég fór nú ræddi við menn hérna og Guðjón Baldvinsson fekk boltan í hnéð og í 8. markinu og hvort sem það hefur komið við varnarmann eða ekki þá á það að vera skráð á Guðjón Baldvinsson. Þannig að ég ætla að leyfa mér það að setja markið á Guðjón Baldvinsson, en svo er spurning hvað dómarinn er með á sínu korti. Já, en það kannski, við hæfum bara að fara hérna yfir í liðið. Það eru 4 breytingar sem verða gerðar á liðið Stjörnunar og það er þannig að Óttar Bjarni Guðmundsson, Heiðar Ægisson, Máni Austmann Hilmarsson og Alex Þór Hauksson koma inn fyrir Hilmar Árna Halldórsson, Ævar Inga Jóhannesson, Eyjól Héðinsson og Brynjar Gauta Guðjónsson. Og síðan eru fyrir þarna Sveinn Sigurður í markinu, síðan Daniel Laxdal, Guðjón Baldursson, Arnar Már Björgvinsson, Hörður Árnason og Hólbert Aron Friðjónsson. Lið FH er óbreytt frá því í fyrri hálfleika. Það er þannig að Vignir Jóhannesson í markinu, síðan Greta Snær Gunnarsson, Bergsteinn Ólafsson, Stephen Lennon, Emil Pálsson, Davíð Þór Viðarsson, Atli Guðnason, Kristján Flóki Finnbogason, Böðvar Böðvarsson, Halldór Orri Björnsson og Jonathan Hendricks. Þannig að þetta er allt með kjörum. Já, Tryggvi, við fengum bara fínan fyrirháleik. Mjög góðan fyrirháleik. Það var svona svolítið fram og tilbaka. FH-ingarnir byrjuðu betur og skoruðu snemma og gerðu svo annað mark í kjölfarið á því, en Stjörnumenn gáfust ekki upp og voru beittari svona í lok fyrirháleiks. Og gerðu 2 góð mörk. Já, svo var smá sjó hérna í gangi þar sem að dómarinn var búinn að dæma vítaspyrnu undir lok fyrirháleiks á Vignir Jóhannesson markvörð FH, en við erum nú með hérna sprotadómara og dómi var breytt. Þetta var uppákomað. Já, þetta var svolítið sérstakt fannst mér. Mér sýndist Þorvaldur Árnason vera mjög ákveðinn í sinni ákvörðun og benti á punktinn og við bara gengum út úr því að það yrði vítaspyrna hérna hjá Stjörnumönnum, en þá kemur Guðjón Baldursson með sendingu hérna fyrir og það er Hólbert, en Davíð Þór er undan og Emil Pálsson og Böðvar Böðvarsson, þeir skalla þetta hérna í tennis inn í teignum og þá kemur Halldór Orri og kemur boltanum frá, en Stjörnumenn á honum. Og það er Alex Þór Hauksson sem gefur tilbaka hérna á Svein í markinu nú. Alex Þór Hauksson og Heiðar Ægisson eru hér 2 nýir miðjumenn á Stjörnumönnum. Óttar fer í miðvörun í staðinn fyrir Brynjar og Máni er svo kominn hér í stöðu Ævars, einn af þremur upp á topp. Máni skoraði síðasta leik. Já, fiskaði víti og tók það sjálfur. Eins og ég sagði þá eru hér, já, það eru hvorki fleiri en 6 dómarar hér við störf og þeir notast við sprotadómara. Sprotadómari er sá sem er fyrir aftan markið, sitt hvoru megin. Þá kemur Máni Austmann, hvað gerir Máni? Sendingu hérna, það er ekkert og Guðjón Baldursson. Engin rangstað hérna og gefur þetta sendingu Hólbert með skot, en þetta er ekki gott skot í Hólbert og hitti boltan illa. Það sem ég ætla að segja, Tryggvi, dómari hér í dag er Þorvaldur Árnason, síðan eru aðstofadómarar Jóhann Gunnar Guðmundsson og Smári Stefánsson. Nú sprotadómar eru Örvar Sær Gíslason og Pétur Guðmundsson og 4. dómari er Arnar Þór Stefánsson. Já, og Pétur er búinn að láta til sín taka hér sem sprotadómari hér í dæmd aukaspyrna. Það er nú eitt sem ég hef verið að velta fyrir mér og það er kannski eitthvað svör við því. Ég hef aldrei skilið hvers vegna sprotadómarinn er sömu megin og línuvörðurinn. Vegna þess að þeir geta oft lent í snókir þegar þeir eru að reyna að átta sig á því hvort að boltinn sé inni eða annað. Ég áttum ekki á því að hverju sprotadómarinn er ekki hinum megin með markið. Það er kannski einhver með svör við því og sendi þá bara SMS á Tómas Mæri. Áttu ekki síma það? Ég er ekki með neitt síma. Okay. Herðu, en hérna, já, ég ætla alveg rétt hjá þér. Maður hefur farið í þessa umræðu áður, sko. Ég bara, veit það ekki. Bara skil þetta ekki. Þetta er góða punktur. Jonathan Halldór Orri hérna í baráttu við Árna og svo bara Halldór Orri aftur og
Dóri nær þessu, gert hjá Halldóri Orra. Heppinn að ná til boltans vegna þess að þetta var sólin á undan, engin spurning. Já, kannski eitthvað komið fyrir. Það er ekki Hörður sem að Heiðar Ægisson. Það var ekkert úr þessu bara til allra hamingju. Betur fyrr. En þá koma Stjörnumenn stað, 2 hér í úrslitaleik fótbolti.net mótsins í kórnum í Kópavogi. Í boði, þessi útsending í boði Lays og Pepsi Max. Laugardagur í dag, laugardagskvöld í kvöld, það er að fá sér snakk fyrir kvöldið. Mæliði með Lays. Sveinn hérna með bolta og hann heldur honum inn í. Jonathan Brodlegur hérna. Og Holbert Aron. Holbert búinn að vera öflugur hérna í að vinna einmitt þessa bolta. Hann er hávaxinn og skallamaður góður og tímasetur þetta líka vel. Þeir vilja fá Hörð til að setja hann á hausinn á Holberti heyri ég hérna. Sjáum hvort að hann nái því. Já, þetta er beint á Holbert. Beint á Holbert. Hann nær nú ekki að stýra þessu inn í teginn eins og hann ætlaði sér. Nei. Það er yngast. Það er yngast, já. Sem að Stjarnan fær. Holbert er enn og aftur í baráttunni. Já. Það er mikið leitað á honum í Kemur settingina fyrir frá Arnari. Það er Guðjón Baldursson og það er Jósef Kristinn. Jósef tilbaka á Hörð Árnason. Hörður kemur hérna með sendingu fyrir. Það er Bergsson Ólafsson F-áingur og síðan þetta heldur áfram hérna hjá Stjörnunni og þá kemur Hörður sendingu aftur fyrir og það er Guðjón Baldursson. En þetta er svona ekki alveg að virka. Þetta er halda boltanum Stjörnumenn. Það er Daniel Laxdal á Óttar Bjarna Guðmundsson. Óttar Bjarni ætlaði sendingu hérna. Þessi er aðeins og flatur til þess að ná í gegn. Hugmyndin ágætt en boltinn hefði þurft að vera með öðruvísi snúningi þannig að hann kæmi á bakvið vörnunu og myndi þar að leiðandi stoppa aðeins en þetta var svona freka flatur bolti sem að skaust of mikið. Já. Ég vona fólk átti sig á því hvað ég er að reyna að segja þetta. Já, það er alveg þannig. Þú ert svo skýr, Tryggvi. Verið góður kennari. Halldór nær ekki þessum bolta og þá er bara hérna Jósef Kristinn. Sending hérna og Halldór Orri svona pressaði aðeins á hann hérna. Já, góð pressa hjá honum. Jósef var að reyna að finna Guðjón hérna í hlaupin. Þetta er nú þannig að það er Guðjón sem tekur hlaupin hérna fyrir aftan varnirnar og svo þeir leita af honum í hlaupið og leita svolítið á Holberti í hærri boltana og skallaboltana. En svona, við höfum kannski ekki fengið neinn færi hérna þessum fyrstu 8 mínútur eða eitthvað svo fyrir hálfleik, seinni hálfleik Tryggvi. En það er samt, það er líf í þessu. Já, þetta er kraftur í þessu. Emil Pálsson skalla hérna og það var að Halldór Orri. Kefur hérna á Jonathan Hendricks. Það gerir Hendricks. Hann tilbaka á Emil Pálsson, Emil á Halldór aftur og þá kemur Halldór sendingu hérna á alltaf að flóka. Daniel er á undan og les þetta vel gert til Daniel og þá koma Guðjón Baldursson. Guðjón Baldursson með Jósef hérna. Já, vel gert og Jópi með sendingu fyrir og það er Holbert og þetta var bara svo ekki fjær í lagi Tryggvi, þetta var flott sókn hjá Stjörnunni. Flott sókn byrjaði á því að Daniel Laxdal sem einmitt tók svo þátt í sókninni, hann er hér að geysast tilbaka, hann vinnur boltan vel, les leikinn og kemur honum strax í gang og Guðjón og Jósef gera hér vel út af kantinum. Jósef með fína sendingu fyrir en Holbert náði ekki alveg að hitta boltan. Nei, en vel gert einhver síður. Góð sókn. Ser út af, já. Dóri gerði tilraun. Það er svona meira líf í Stjörnumönnum hérna í byrjun seinni hálfleiks, ég verð að segja það. Já, 2-2 í staðan og
Við viljum bara fá fleiri mörk, Tryggvi, eða ekki. Nú bara óska ég eftir því. Þetta Bjarni með skalla hérna á... Grétar, vel gert hjá Grétari Snæ Gunnarsinni. Það var Davíð Viðarsson. Hann... Íðar Egirsson Kessmann bara inn í þetta og þá kemur Stjarnan. Nú kemur Jósef upp kantinn og Guðjón reyndar fer upp sama kantinn. Máni með boltan kemur á Gauja. Spurning hvort að Guðjón hefði gert að koma sér bara inn í teig og leyfa Jósef að eiga kantinn svolítið í sínu laupi. Já, reyndar rétt hjá þér. Henni aftur langur bolti hér á Guðjón en hann ástæður. Bergson Rólasson, það gerir Beggi, gefur hérna á Flóka. Guðjón Baldursson. Það er kannski ekki þessi gaur sem á að vera hérna í þessu laupi en samt, já, það má að gera að vera með. Davíð Þór sendi ekki á Lennon, þetta fyrir bara yfir Lennon-kallinn og Beggi nú einhvern veginn að redda þessu en hver eru undan hérna? Jú, það er Hendrik sem er undan. Já, það var gott fyrir FH að Jónatan var undan þarna vegna þess að þeir voru komnir þarna 3 stjörnumenn. Já, Dóri tekur hérna skalla. Eftir innkast frá Jósef Kristni og þá er Stephen Lennon. Er þetta ekki brot? Jú. En svona soft, eins og maður segir. Helvítis bull, segir líka Brynjar Björn. Hann var nú í ensku úrvalsdeildinni og Champions League. Hann kallar nú ekki alltaf mjög sína, sko. Nei, já, hann kallar ekki alltaf mjög sína. Það var að Böðvar Böðvarsson. Sendingu hérna á Grétar Snæ Gunnarsson. Búinn að spila vel í þessu móti Grétar Snæ, búinn að fá margar mínútur og staðið sér bara nokkuð vel. Já, bara búinn að vera öflugur. Við höfum stundum verið að rugglast á honum og Emil Páls, þeir eru fjarska líkir hér inn á miðjunni. En samt núna aðeins búinn að breyta. Aðeins. Hann er með hárband. Ég óskaði eftir því. Fekk því framgengt. Nei, en það er rétt. Hann hefur heillað mig þessi strákur hérna inn á miðjunni hjá FH. Já. Það er að koma breytingar hérna hjá Stjörnunni. Jóhann Laxdal gerir sig kláran og Kristoffer Konradsson að gera sig kláran og Dagur. Og Dagur, þetta er nú svona 4 breytingar í hálfleikjaðum og svo núna, Þetta kemur Lennon á þetta er í lagastóð. Það eru 4 breytingar í hálfleikja á Stjörnunni og svo núna 3. Þá eru þeir vantilega bara búnir með allar sína. Jósef fer hérna á velli og inn á kemur Kristoffer Konradsson fer í hans stöðu, sýnist mér. Svo er það Arnar Már og það er klárt að... Og Holbert. Það er klárt að Jói Laxdal fer í stöðuna hans sem hægri wingback og svo er það Holbert og Dagur kemur hér inn á. Þá er þetta bara komið hjá Stjörnunni. Týpurarnir Dagur og Máni eru hér upp á topp með Guðjóni Baldursson. Já. 7 breytingar á átt sér stað hjá Stjörnunni en við erum enn að bíða eftir einhverju hjá FH. Ég þykist nú vita að Veigar Páll eigi að fá svona hálftíma cirka í dag á móti sínum gömlu. Hann kemur inn á. Það er bara Jóhann vinnur okkar með sendingu hérna. Og Kristoffer heldur þessu inn á, vel gert hjá honum. En mástu eftir hérna daginn þegar vorum að lýsa, ég var að geta betur spurningu á því hver leigir með Sigga Dúllu. Mástu eftir því? Já. Ég var með þetta vitlaust. Já. Daniel leigir með honum. Ekki Jóhann. Daniel. Þannig að ég leigir eftir það hér og nú. Og þá er það Guðjón Baldursson. Beint í andlitið á Begga. Hann er ekkert að detta niður. Nei, þetta er Harry Axl. Harry Axlinn, sko. Harry Axl og Voginum. Grái. Og þá er að koma hérna inn á hjá FH Guðmundur Karl Guðmundsson og Veigar Páll Gunnarsson. Já,
nýju mennirnir. Það var sem mig grunaði. Það hérna, þeir bíða nú eflaust. Þeir leyfa Stjörnunni að taka hornið áður en það er oftast ekki gerðar breytingar þegar það er hornspyrna. Nei, hann kemur. Hvað gerist það? Guðjón Baldvins með fínan skalla þarna, nokkuð einn á auðum sjó en náði ekki að stýra honum. Dagur Máni þarna. Hér koma þá breytingarnar. Hei, Dagur Austmann. Hér koma þá breytingarnar. Já, Guðmundur Karl, þeir eru þrír að koma inn. Það er Gretar út af og... Það er Jón Ragnar sem er líka Gretar fer að velli og það er væntanlega Guðmundur Karl sem fer inn á miðjuna fyrir hann. Já, kemur Johnny Boy inn á. Og svo er Atli Guðnason og það er Guðmundur Karl sem kemur inn þar fyrir hann, Jón Ragnar fyrir hægri wingbackinn og það er Stevie Lennon og Halldór Orri fyrir inn á miðjuna og Stevie Lennon fer út fyrir Veigar Pál Gunnarsson spila gegn sínum gömlu félögum. Já, Veigar Pál fer upp á topp og Kristján Flóki og Halldór Orri eru þá væntanlega með honum líka upp á topp. Guðmundur Karl fer í vinstri wingbackinn. Böddi inn á miðjuna. Þetta er svona smá breytingar hér. Já, og Jón Ragnar í hægri wingbackinn. Já. Loka svar. Loka niðurstaða. Já, loka niðurstaða. Að sinni. Svo breytist það. Hálftími, já, 30 mínútur eftir af þessum leik hér. Úrslitaleiknum í fótbolti.net mótinu. Staðan er hér 2-2 Stjarnan FH. Og sjáu þið hvað Veigar nær honum með sér hérna. Og herðu, þetta bara hefnast næstu því og Halldór Orri. Hvað gerir Halldór? Nei, þetta var vel, þetta var fínt, Tryggvi. Það var svolítið þröngt þarna. Já, þetta var allt og þröngt. Svolítið tilviljunarkennt. Já, og líka það, en það er hluti af þessu. Þarna er Bergsveit brotlegur og það fyrsta gula spjald. Nei, Guðjón Baldvins fekk auðvitað spjald á hann fyrir dífuna sína. Já, Yellow, hann fekk gult spjald á hann. Það fyrsta gula spjaldið á F-anga og Bergsveit sá ekki hver það var sem var nær sloppinn í gegn hann. Það var ekki Heiðar Ægisson, mér sýndist það. Og Bergsveit bara strauja hann. Já. Og Kristoffer Konradsson, hann er með flottan vinstri fót. Eins og eitt sagði eitraðan. Já, hann er ekki enn orðinn eitraður. Ég hef ekki enn séð hann skora, en það er svona, hann var nálægt í hérna manni í síðasta leik. Hann fór rétt yfir og hérna er bara fínt færi fyrir hann. Kemur. Athugum hvort hann sé með nógu góða spyrnutækni til að fá þetta yfir vegginn og láta hann droppa í nær. Kristoffer Konradsson. Það er það sem ég myndi reyna í að minnsta. Já, Viki bara með þetta. Vignir las þetta. Það var kannski aðeins og laust, já. En þetta er ekki auðvelt þegar þú ert svona nálægt teiknum að einmitt að koma sér yfir vegginn og láta hann droppa og hafa það fast. Við erum ekkert margir sem getum þetta, kallinn minn. Nei, ég þekki einn. Persónulega vinur minn. Guðjón Baldvinsson, baráttu við Jón Jónsson. Það er FH. Fór af. Já, FH á þetta engast og... Veigar Páll Gunnarsson hefur einnig, Tryggvi, svo við komum að því, hann hefur einnig spilað með KR hér á Íslandi. Já, það er rétt hjá þér. Var lengi í Noregi. Sendingu inn á Jón Jónsson. Jón Jónsson með alltaf koma honum hann strax fyrir. En þar er í Hörður. Ára Bergsveit. Spjaldamaðurinn. Ég gerir mér nú það, Tryggvi, ég held að ef það verður jaft eftir venjulega leiktíma, ég held að það fari bara í víti. Já, það hefur verið reglan. Og Hörður Árnason, Böðvar Böðvarsson, Já, þetta var soft líka, allt með. En Böddi reyndar á það til að vera kannski svona
of ákafur á köflum. Já, já. Þannig að kannski var þetta rétt hjá Þorvaldi, maður veit það ekki. Kannski. Guðmundur Karl Guðmundsson. Mættur hérna, kannski ekki sá fljótasti en vel gert enga síður. Nei, hann er svona, hann getur brugðist í allra kvikinda líki Guðmundur Karl og það er gott en það er líka ekki nógu gott þegar þú ert svona maður sem hægt að sitja í allar stöður í staðan fyrir að vera, já, ég veit ekki, ég getur sagt að hann sé ágætur í öllum stöðum en ekki frábær í einni. Já. Það er svona, það vill oft vera með þessa all-around spilara, þeir svona eiga rétt með að festa sig í byrjunarliði og festa sig á einum góðum stað. Kemur til að fá frá Fjölni eftir síðasta tímabil. Óttar Bjarni skallar hérna á Sveina í markinu og Sveini aftur á Óttar. Heiðar Ægisson hérna með sendingu og sending hérna út á Kristófer. Kristófer Konradsson hann í baráttu við Jón Jónsson og lagahöfundurinn hefur betur og söngvarinn bróður hans að gera góða hluti í hlustendaverðlaununum í gærkvöldi. Heldur betur okkar maður þar að flytjandi ásins eða ekki? Lag ásins. Já, og söngvari ásins. Já, já. Minn maður. Kemur sending hérna og Beggi. Hæft maður, heyrðu. Hvað eru menn að gera þarna? Já, ég skil Vigni alveg að láta Begga aðeins heyra það. Beggi hefði getað gert þetta, hann hefði getað gert þetta fyrr og erfitt þegar hann er kominn bara 2-3 metra frá Vigni að fara að senda aftur á hann. Og bara kemur markmann ekki í þessa stöðu. Vignir hitt hann ekki, hann var heppinn að Vignir að hann sett hann ekki beint í lappirnar á 2 stjörnumunum. Já. Það voru Alex Þór hérna með sendingu, það verður stjörnumenn halda áfram Jóhann Laxdal. Þá kemur bara Veigar Páll tilbaka, nennir þess ekki og bara burt með þetta. Fer honum einstaklega vel þessi hvíti búningur, Tryggvi. Hún er Veigari? Já. Fer honum ekki allt vel? Jó. Reyndar held ég það að sé þannig. Já. 23 mínútur eftir af þessum leik. 2-2 er staðan. Já, það er ljóst að Víkingur Ó endar í 8. sæti í þessu móti og Keflavík í 7. Keflavík vann þann leik 2-0 hér fyrir í dag. Kemur sending frá Emili Pálssyni upp kantinn á Jón Jónsson. Hvað gerir Jón Ragnar? Sendi hérna fyrir markið og boltinn dettur þarna dauður niður og þá kemur Guðmundur Karl. Kemur sendingu hérna fyrir og þá er Jón Ragnar í nær ekki til boltans og þá er þetta bara markspyrna. Já, svo við klárið það nú að Víkingur Ó í 8. sæti, Keflavík í 7. eftir sigur Keflvíkinga á Víking Ó 2-0 fyrir í dag. Leikurinn 5. og 7. sæti fór fram í gær. Þar unnu Grindavík Blikana í vítaspyrnukeppni þannig að Blikar er í 7. sæti, Grindavík í 5. Upp á Skaga fór fram leikur í dag, IBVF IA og það endaði 2-0 fyrir IBVF þannig að IA er í 4. sæti og IBVF í 3. Meistararnir frá því í fyrra. Meistararnir frá því í fyrra og svo kemur hér í ljós á eftir hverjir verða meistarar. Óttar Bjarni, strákur sem kom frá Leikni fyrir þetta tímabil. Og annars er það þannig að FH náttúrulega að Veigar Páll og Halldór Orri komu frá Stjörnunni. Vignir kom frá Selfossi, markvörður.
Guðmundur Karl Guðmundsson kom frá Fjölni. Já, það of þröngt. Það bara markspyrna ekki. Já, það verðist vera sammála. Já, Flóki ekki sammála. Og svo að gera að tala það, Tryggvi, að það landsleikur í næstu viku. Já. 2:30 á fimmtags, aðfaranótt fimmtags. Já, við komum einmitt inn á það. Hér eru 3 leikmenn inn á vellinum sem að fara þangað og þeir eru allir ennþá inn á vellinum, þannig að það er ekkert verið að gefa þeim eitthvað frí út af þeim leik og þeir í ferð. Þeir eiga nú að leggja af stað, held ég, seinni partinn á morgun. Já. Nokkuð langt ferðalag til Vegas. Já. Dagur Östmann. Vantar að fá F-fangana hærra á völlin. Þetta er Rangstad á Flóka. Það vantar þarna, finnst mér, þarna sér maður þegar bæði Atli Guðna og Stephen Lennon eru farnir að velli. Þeir eru einmitt duglegir í þessu þegar þeir eru að munda boltan hérna aftarlega á vellinum og eru svolítið að býja eftir löngu sendingunni að taka hlaupin. Þarna fannst mér ekkert koma frá hvorki Halldóri Orra né Veigari Páli. Það var einungis Flóki sem fór á stað og hann fór alltaf snemma á stað og var dæmdur Rangstaður. Já, hann var reyndar ekki dæmdur Rangstaður. Nei, það sem að Hagnaðurinn var beitt. Þá kemur Veigar Páll, misst hann aðeins svo langt frá sér. Það var að Jóhann Lagsdal með sendingu hérna á Guðjón Baldursson. Sjá hérna flott sending. Ekki vel gert hjá Bergsveini Ólafsinni. Átan þarna bara. Og ekki þetta var aðeins gott hjá honum en já, Tryggvi, svona boltinn fór nú af Stjörnumannum hérna þegar Jonathan sparkaði en það fór fram hjá dómurum leiksins. Ég vissi ekkert hvað voru að gera dómararnir. Lítið á hvort annan. Nei, þetta var svona lítið touch. Skiptir ekki. En Tryggvi, nú ætlum ég að koma með pressa á þig. Hver eru líklegri til að skora núna? Ég ætla að segja FH. Já. Það er eitthvað sem segir mér, þó svo að Veigar Páll hafi nú ekkert verið að koma eitthvað sterkur inn hérna þessar mínútur sem hann hefur spilað. Það var eitthvað sem segir mér að það eftir að koma einhverju galdrar frá honum, en sjáum hvort það sé verið að tróða sokk í mig hérna núna. Það var spennandi bróðurinn Dagur vandarlega sem átti að setja eitthvað fyrir. Það var Alex Þór Hauksson. Hann tekur bara illa með gamla manninn. Og þá er það Guðjón Baldursson. Gefur hérna fyrir. Það er Máni sem skallar. Þetta var á langt. Það þurfti að bakka hérna og tegja sig í boltan. Kemur Alex Þór. Nei. Þetta er ekki skot leiksins. Hann skopaði eitthvað. Skot leiksins, ekki skot leiksins. Fyrir hann hérna. Já, þetta var svona grín. Hann var að grínast. Hann er grínari, þessi strákur. Vel mætt hérna Tryggvi og horfir yfir stúkuna. Já, en það vel auglýst og tvö sterk lið. Erkifjendur. Og nágrannar. Stýttra á milli Stjörnunnar og FH heldur en FH og Hauka. Og þau séu í sama bæjarfélagi.
Guðmundur Karl, hann fær aukaspyrnu. Nei, það er dæmt á hann. Það var dæmt á hann. Já, það er bara rétt rúma 15 mínútur eftir af þessum leik og þetta er nú ekki alveg svona jafn líflegt í seinni hálfleik eins og þetta var í þeim fyrri. Aðeins dottið niður, hverju sem erum að kenna, en Guðjón Baldvinsson, hann er alltaf bara á fullu og það er gaman að Guðjón Baldvins, það er ástæðan fyrir því að ég er hrifinn af Guðjón Baldvins, hann er alltaf að. Hann hættir ekkert, hvernig bara leikurinn búinn. Emil gerir þetta vel og þá er það Hendricks, hvað gerir Hendricks? Vel í baráttunni og að fá þetta. Flott pressa hérna hjá stjörnumönnum. Já, Máni bróðir. Gefa þeim engan frið hér, F-fáðingum. Davíð Þór Viðarsson. Já, Guðmundur Karl. Það er svo mikið og það er bara áfram með leikinn. Böðvar hann að koma inn og þá er það Emil Pálsson. Það gerir Emmi, gefur hérna yfir á Jonathan Hendricks. Jonathan er með Jón hann uppi og það er vel gert hérna hjá. Ég var reddi að þetta fer í okkur hérna. Minga sem að Jón gefur hérna á Kristján Flóka. Daniel gerir vel þarna og svo kemur Peysutóg. Það er ekkert dæmt. Enginn af 5 dómurum leiksins. En þetta sleppur Stjarnan hér ennþá með boltann. Hér er dæmt aukaspyrna. Flottur snúningur hérna hjá honum Mána. Ef ég er ekki að fara strákavilt. Það hefur verið miklar útskýringar hérna, Dröggir. Það er fundahöld hérna. Menn vildu fá aukaspyrnu hérna fyrir Peysutógið. Já. Það fekk ekki Stjarnan svo boltan og var þá ekki bara... Jú, Þorvaldur var einmitt að útskýra það fyrir þeim. Hann hefði beitt hagnaðanum sem hann hefur verið duglegur að gera í þessu móti. Og hann er búinn að dæma í þessu móti, Þorvaldur Árnason mjög vel í sem og bara flestir dómarar sem við hefum verið að lýsa. Já. Við verðum bara að gefa þeim það. Við verðum að gefa þeim hrós. Bara hrós. Þetta er auðvitað ekki hægt án þeirra. Það var hérna smá kannski meðan Elías í Keflavík. Það var nú aðeinslega aðstofmennir hans. Í leik Keflavíkur og IBVF, það var... Hérna, hvað gerist hérna? Það var Dagur hérna í vagum Austmann og þá kemur Jóhann Laxdal með sendingu hérna fyrir, en þetta er svolítið langt. Ég ætla að segja, sá leikur var heldur ekki auðveldur að dæma Keflavík IBVF. Það var orðið svona kýtingur á milli leikmanna þar og hérna við óskuðum einmitt eftir því að dómari myndi flauta leikinn af í staðinn fyrir að vera bæta ykkur við vegna þess að það var svona komin ákveðin hiti í ákveðna menn. En með Elías kallinn þá hefði ég bara viljað sjá sterkari menn í aðstöðunum. Það er svona mín skoðun á því. Og ég kom inn á framfæri, bara þér að segja. Já. En ég ætla að láta segja þér eitt, Tryggvi Guðmundsson, ég er að fara á dómararnámskeið næsta 15. Já. Þannig að það er bara Tómas Mæger í Pepsi 2019. Nei, ég ætla nú ekki að vera... Þetta er bara ég með handboltadómararéttindi og þá var ég með þetta. Ég er að ná mér í fullt af réttindum. Já, vel gert það. Sjáum hér að F-fáðingar fengu horn. Jói Lax hérna var hálf klaufalugur hérna. Ætlaði að taka boltan niður og skaust af honum og aftur fyrir. Þannig að það er horn hér hjá F-fáðingum og þá er að sjálfsögðu mættur belgíska konfektið Jonathan Hendricks. Það fyrir mikil tími í þetta. Hvað klára þetta? Nú kemur Hendricks báðar hendur upp sem þýðir inn að marki og þannig Svenni í baráttunni. Svenni slæðir hann aftur fyrir, annað horn. Yfir.
Hann þarf að færa sig yfir. Og þá er gaman að sjá hvort hann lyftir bara einni hend. Já, það er allavega verður þessu. Það kemur útsvingur núna í staðinn fyrir einsvingur, þannig að það er ein hend. Ein hendi. Ein hendi. Önnur hendin. Einar. Köllum við bara Einar. Það er Einar. Kemur hóðnið. Þarna Bergsveinn alltaf í baráttuna og alltaf að skalla þetta en náðu ekki til boltans og það var Dagur Hilmarsson með sendingu hérna. Guðmundur Karl. Hrekkur að Guðmundi Karli og út af í innkast. Nú Tryggvi þegar leikurinn er búinn þá leyfum við kannski einhverjum myndum að rúlla en það er verðlaunaafhending sem að ég mun afhenda verðlaunin bikarinn til þess lið sem vinnur. Já, þú fær þann mikla heiður. Og við ætlum að hafa þannig leikinn á að öll viðtöl verða síðan bara inn á vefsíðunni fótbolti.net og svo verður leikurinn og mörkin inn á sport.is. Þannig að sporttv.is. Sporttv.is, já, mitt. Hvað sagði ég? Eitthvað allt annað. Sport.is, já, það er annað. Og hérna sporttv.is og hérna Hendriks. Það verður ekki til þessu, jú. Hendi, nei, segir Þorvaldur, þetta var heldur ekkert hendi og F-fangar geta þá byggt hérna upp sókn. Jón Ragnar Jónsson. Hvað gerir hann? Nei, hann sendir bara á. Hann vissi ekkert hvað hann að gera. En það verður ekkert til þessu. Já, það er svona líklegra núna eins og staðinni núna að F-fangarnir séu líklegri Tryggvi eins og... Nei, ekkert frekar. Mér finnst þetta orðið svolítið dauft núna síðustu mínúturnar og ég hérna... Er það að fara í vító bara? Ég óska eftir færum. Já, óskum eftir færum og mörkum. Já, við þurfum að byrja á það færin. Já. Þetta er orðið svona aðeins meiri barningur heldur en í fyrri hálfleik. Aðeins svona ekki kannski sömu gæðin og við fengum að sjá í fyrri hálfleik. Ekki bara á hlaupabrautina. Þröngt hérna hjá þeim. Ekki með, nei, Böddi með sendingu tilbaka. Það var að Bergsveinn og gefur á Davíð Þór. Davíð með slæma sendingu hérna á Jóhann Laxdal. Sjáum hvað að gera núna. Svo þurfum menn að koma inn í bóksið. Dagur með sendingu, það er Bergsveinn fyrir. Dagur fær boltan aftur. En þá kemur bara Dabbi Þór Viðarsson. Halldór Orri náði til að stela þessu en Daniel gerir þetta vel. Nú þurfa þeir að klára þetta, ekki hætta við. Það var Máni Östmann, hann reynir að prjóna sig hann í gegn, það verður ekkert á því. Það var Hörður, Heiðar, Óttar. Já, þessi fer í horn. Já, fer í horn og Tryggvi það er að koma skipting hérna hjá F-fangunum. Leikmann nr. 15, Hörður Ingi Gunnarsson er að koma inn á. Já. Hann hefur verið að spila svolítið núna í vetur. En enn og aftur þá held ég að þeir bíði þar til að hornspyrnan er... Ég er nú búinn að útskýra fyrir þegar þú voru að spila við Aston Villa þegar þú varst í F-liðinu árið. Skiptu í horni. Klaufar. Ekki nógu góð spyrna en Fessant hérna bara fer í gegnum allan pakka. Fór í gegnum hérna bara 22 leikmenn. 10 manns. Það er Emil Pálsson sem fer af velli. Það er rosa sterkt þetta ljós. Greinilega búið að skipta perur. Það er spurning hvort að hann fari ekki í vinstri
wingbackinn og Guðmundur Karl inn á miðjuna fyrir Emil. Ég myndi halda það, jú, og hann fer hérna og tekur innkastið. Þetta var vel lesið hjá mér. Þarna fékkstu 10 af 10. Vel gert. Hann bara með þetta fína innkaststrengurinn. Hörður Ingi Gunnarsson. Uppalinn F-fangur, ungur. Davíð Þór. Sendingu á Veigar Pál. Hann bara vinnur þarna aukaspyrnu Veigar. Takið það segir Heimir. Já, Istanbul Heimir, þeir hefðu bara mátt vera aðeins grimmar að ná í boltan strax og taka þetta strax vegna þess að Stjörnumenn voru með marga menn hátt uppi. Kemur Hendriks með sendingu en þar Hörður fyrir. Beggi og Guðjón í enn einum slagnum hérna og Beggi klifrar upp á Guðjón. Já. Þetta búið að vera drengileg barátta þarna milli Begga og Guðjóns. Jói Lax vinnur þennan bolta en það var svona að vantaði kannski hlaupinn í kringum hann og hýrða seinni boltan. Já. Það var Hörður hann í baráttunni. Bróðlegur. Brýtur á Jóhanni Laxdal. Jóhann með sendingu hérna, það Gaui og Beggi baráttunni, enn einn baráttan milli þessara tveggja. Og Jón Ragnar komið þarna inn og hvað gerir hérna? Skot og mark og glæsileg markvarsla hjá, þetta heldur áfram. Vel vari hjá Vigni Jóhannesson í markinu. Tryggvi, þú mátt taka sóknarmanninn. Já, reyndar nær hann ekki hérna nægilega góðu skoti. Hann hefur ágætis tíma þarna og fjærhornin var alveg galopið en hann setur hann beint á Vigni sem stóð þarna í nærhorninu. Aðeins meiri reynsla í stráknum þá hefði hann hugsanlega kannski gefið sér. Og hérna sjáum við bara hælspyrnu í stöngina. Og ekki Kristófer? Kristófer sýnist mér. Nei, Heiðar Ægisson. Já, en aðeins meiri reynsla í stráknum þarna þá hann kannski vita það hann hafði meiri tíma en hélt og kannski eitt lítið touch og lítið upp og sé hvar markmaðurinn var staðsettur og lauma honum í fjær. Það hefði ekki þurft að vera fast heldur, bara lauma honum í fjær. Og svo við erum á þetta innkast. Það ekki FH. Kemur Johnny með Jón með Veigar. Sendingu hérna út á Hörðinga Gunnarsson. Hörður með hérna. Hörður slæm ákvörðun hérna. Hann átti náttúrulega bara. Já, fyrst að reynir þetta þá þarf sendingin auðvitað að vera betri en hérna á hann bara að treysta sjálfa sig og koma með fyrirgjöf sjálfur. Já, hann læri bara þessu drengurinn, ungur. Það er svona heilt yfir bara nokkuð jafn leikur og já, enda jafnt á tölum. Já, og kemur Hörður Ingi Gunnarsson tilbaka á Davíð Þór Viðarsson. Er eitthvað bolti hann inn á eða hvað er hann? Já, það er blár bolti komin inn á. Og spannbróðurinn hann, annar Máni. Guðmundur Karl niður á Halldór Orra. Hvað gerir Halldór? Já, þetta er vel gert í Stjörnunni, koma þessu frá. Daniel er búinn að standa sér vel. Daniel er búinn að vera flottur. Hann er að lesa þessar sendingar hérna og þarna er brotlegur Jonathan. Þetta er bara gult spjald, ekkert annað. Hélt utan Mána þarna og Máni komst ekkert. Máni vildi ekki dansa við hann.
Fáum hér auka spyrnu og inn í teig kemur boltinn og nú engin Hólmbert inn í teig til að miða á, en það eru fleiri hérna. Það Guðjón Baldvinsson sem að fær væntanlega boltann hérna á. En þetta fer til Vignis Jóhannessonar í markinu. Beggi bara búin að vera eins og segull á Gauja í þessum leik. Beggi finnst mér vera búin að spila vel í þessu móti. Hér, hann ekki rangstæður. Nei, þetta var skeifa hérna sko. Og þá eru Veigar Páll, hann missir boltan. Já, Veigar, hann virkar þungur í skrefum hérna í dag, strákurinn. Hann Böðvar Böðvarsson kominn og Æja, nú Veigar laus hérna og nær að snúa. Það gerir hann. Með Halldór Orra hérna hægra megin. Nei, hann er óseinna aftur. Allt óseinna aftur og er eitthvað að kalla á Flóka. Já, hann vildi kannski fá Flóka til þess að sýna meira hvert hann vildi fá boltan. En Veigar sjálfur var bara ólengi. Allt og hægur. Já. Og nú er að fara að detta núna hérna inn uppbóta tími eftir einhverja 10 sekúndur. Vel að þessu staði hérna fjórði dómari með skilti og alla græður og það er 2 mínútur í uppbóta tíma Tryggvi Guðmundsson. Já, gaman að sjá hvort við fáum hér úrslitamark í uppbóta tíma eða hvort við fáum að lýsa hér vítaspyrnukeppni. Já, maður leiksins Tryggvi. Já, ég svo sem þetta er svolítið svona spurningum þá félaga sem hafa verið að sjáum hvort að Guðjón stimpli sig inn bara hérna. Guðjón Baldvinsson með skot hérna á 90 mínútu rétt fram hjá. Hann hefði getað gulltryggt þetta hérna. Hann hefði getað gulltryggt þetta og einnig gulltryggt að vera valið maður leiksins. Ég ætlaði að segja að það eru þeir tveir sem hafa verið að kljást svolítið. Það er annars vegar Beggi í vörn FH og svo Guðjón Baldvins. Svo ég meina hugmynd, Tryggvi. Guðjón Baldvins í sóknarleik Stjörnunnar og þetta var svona stendur á milli þeirra. Já, mér finnst líka Daniel Laxdal hafa staðið sig vel. Já, það er rétt hjá þér. En já, við bíðum bara með þetta. Ég ætlaði einmitt að gefa Guðjóni tækifærið þarna og að stimpla sig inn sem mannleiksins, en hann sett hann rétt fram hjá. Vel gert enga síður hjá hann. Mjög vel gert. Böðvar Böðvarsson hann aðeins svo lengi og þá brýtur hann eða ekki. Nú er ykkur læti. Já. Það er lemja þetta. Hvað gerir Guðmundur Karl? Guðmundur Karl er þetta með boltan. Nei, hann er aðeins svo lengi að þessu og missir boltan. Og þá koma Jón Jónsson, Guðmundur Karl. Það er bara allt að gerast þetta núna. Guðmundur Karl aftur. Hvað gerur hann? Hann er lengi að þessu og missir boltan. Og þá koma Guðjón Baldvinsson, Halldór Orri og hér flautar Þorvaldur Árnason til leiksloka. Við fáum vítaspyrnukeppni það hver verður Fótbolti.net meistari 2017. Þessi leikurinn er búinn, þá er það bara vítaspyrnukeppnin eftir. Og þá í rauninni bara kemur í ljósið ekki með vítaspyrnukeppni Tryggvi hverjir eru hefnari eða? Nei, við verðum að segja betri og kannski með betri, sterkari taugar og við erum hérna með 2 svona nokkuð óreynda markmenn í markinu, Vigni og Svenna, þannig að og fullt af svona góðum spyrnumönnum. Þetta snýst bara að hérna ákveða hvað menn ætla að gera og standa við það. Ég þekki hann sjálfur að hafa verið á punktunum, maður er búinn að ákveða eitthvað og svo hérna leiðir maður stundum kollinum að bulla eins í sér og maður skiptir skoðun og það er oftast þá sem að maður hérna klikkar. Já, klikkar þú oft í vítaspyrnu? Já, ég verð nú að viðurkenna það. Ég hef alveg klikkað nokkuð oft, eiginlega alltof oft finnst mér. Á vítapunktunum sem sagt? Já. Ég man eftir einu frægu, ég ætla ekki að fara að nefna það núna. Það er óþarfi. Þau eru nokkur fræg. En já, það er bara að vera kaldur á punktunum og það er náttúrulega fullt af góðum vítaskiptum hérna. Maður rennir aðeins
F-liði til að mynda, þá Halldór Orri og Veigar Páll, þeir hafa mikla reynslu á punktunum. Það spurning hvort þessi leikmenn sem eru farnir að velli, hvort að þeir getur nokkuð tekið spyrnurnar eins og Stephen Lennon og Atli Guðna, þeir eru væntanlega bara farnir í bað, myndi ég að halda. Og svo hinum megin, þar eru við með, látum okkur sjá, það Guðjón Baldvinsson, það Daniel Ekstad. Já, enn aftur, það eru margir farnir af velli sem já, það nefnilega málið, það nefnilega... Ég ætla að fara að segja Brynjar Gauti, ég ætla að fara að segja Hilmar Árni, en þeir eru farnir af velli, þannig að við fáum að sjá hér ykkur stráka komast á punktinn svona í fyrsta skipti. Máni skoraði nú í síðasta leik. Máni skoraði úr víti í síðasta leik, þannig að hann fer líklega á punktinn. Þetta verður bara gaman að sjá mér. Já, þetta svona endar þetta spurning hvað markið velja. Má taka þetta. Já, má taka þá þarf að náttúrulega henda pening. Þeir virðast ætla að fara þarna. Lýsingin. Siggi Dúlla, ert þú ekki að rífa kjátt? Já, við viljum bara hafa þetta þarna, þá þetta þarna. Við fáum að ráða hvar þetta fer fram, það er hérna, við erum að hugsa þá sem eru að horfa hér á. Já, við erum að hugsa það sem er heima. Það betri lýsing hér, hægra megin. Og þeir hlusta, þetta eru góðu drengir. Við erum náttúrulega með 5 dómara sem munu fylgjast hér með, hvort að boltinn sé inni eða ekki. Og hvort að markmenn hreyfi sig ólöglega og það er fínt að vera með 5 menn í þessu. Já. Þetta er ekki að fara milli mála. Já, það er Máni Austmann. Máni Austmann sem skoraði mitt úr víti hér í síðasta leik. Skulum að vera með grá þetta hjá okkur, Tryggvi. Já, gerðu það. Hann tekur fyrsta víti. Máni Austmann. Vignir Jóhannesson til varnar. Og skorar. Vignir var í honum. Sló hann í hliðanettið. Já, ekki fjarri en mark enga síður. Og þá kemur Kristján Flóki. Og Sveinn. Þetta var nú ekkert öruggasta vítið en inn fór það og það er það sem skiptir máli. Það er sem telur í þessu. Þá kemur Kristján Flóki. Hann skorar örugglega. Kristján Flóki. Ára Hörður Árnason. 3-3. Já, maður að tella 1-1 eða 3-3. Ég segi bara 3-3. Gerðu það bara. Ára Hörður Árnason. Vignir til varnar. Kemur Hörður. Það er hátt yfir. Þarna hafði ég á tilfinningunni einhvern veginn að Hörður hafi skipt skoðun í miðju sparki. Þú þekkir þetta. Já, þarna vil ég bara örfættur leikmaður setja hann í hornið fjær okkur hér í mynd og ég veit ekki hvort að hann hefði fippast af einhver hreyfingu hjá mér eða hvað en hérna. Eða ljósina sem ekki góð lýsing. Eða skipt skoðun og þá vill þetta oft gerast. Já, þá er það Veigar Páll gegn sínum gömlu. Hann ætti nú að vera
kaldur og kúl á punkturum, verið þarna 100 sinnum. Já, örugt. Veigar Páll Gunnarsson kemur FH yfir 4-3. Já, þá er pressan komin á Stjörnumenn. Þá er pressan komin, en Tryggvi, takt eftir þegar að taka vitið. Sjáðu sprotadómarana. Sjáðu hvað eru einbeittir. Já, það er flott, það er flott. Sérðu þetta? Þeir þurfa að fylgjast. Sjáðu þetta, sjáðu marklínu, við erum ekkert með marklínutæknina hérna. Sjáum annan þarna, held ég, og þetta báðir, þeir eru báðir lögreglumenn þessi menn, þannig að við skulum bara ekkert vera að gera of mikið grína þeim. Þá kemur Guðjón Baldursson, örugt, Guðjón Baldursson. Þá er það Böll upp. Næstur. Böðvar Böðvarsson, starfsmaður Kaplakrika með meiru. Fyrir það sem ekki vissu. Þrýfur þar klósett og annað. Og já, ýmislegt annað sem að gera þess. Já, ég skulum vona að hann gera eitthvað annað. Böðvar Böðvarsson, kemur FH í 5-4, já. Þá er það Kristoffer Konradsson, sýnist mér. Já. Það er fættur. Og þetta er varið. Það er varið. Það þýðir að FH-ingar geta tryggt sér titilinn hér með. Og það er Bergsveinn. Næstu því maður leiksins. Nei, ég er eftir þér. Bergsveinn Ólafsson, hann getur bara tryggt þetta núna, þetta ekki? Jú, FH-ingar fá hér í raun 2 tækifæri til þess að tryggja sér titilinn. Ég tel það nokkuð ljóst að FH verða meistarar þetta árið, fótbolta.net mótinu. Já, við skulum sjá, Bergsveinn Ólafsson, örugt, Bergsveinn Ólafsson, örugt. Og þetta er búið. Herðu, Tryggvi, ég ætla bara að þakka fyrir mig. Takk sömuleiðis, þetta er búið að vera frábært mót og gaman að hafa fylgst með þessu í boði Lays og Pepsi Max og vonandi allir hafi notið þess og allavega gerðum það og við gerðum það. Það var gott og skemmtilegt mót og við óskum FH til hamingju með titilinn. Óskum til hamingju, við ætlum að leiða myndunum að ráða, ég er að fara niður og afhenda verðlaunin og hérna taka viðtöl fyrir fótbolti.net. Þau munu birtast eftir á vefnu þar. Nú á sporttv.is mun leikurinn vera sýndur á mörkin og tilþrifin og vítakeppnin og allt það, en Tryggvi hefur ekki bara segja það bara sjáumst á ári. Adiós. Adiós amigos. Sett niður.